morgun en fellur úr gildi nú í hádeginu. Við tekur appelsínugul viðvörun víða á landinu framundir miðnætti. Á höfuðborgarsvæðinu fann fólk mismikið fyrir veðrinu. Jóhann K. Jóhannsson hefur fylgst með frá því í nótt. Jóhann, vitað fleiri slys á fólki en það sem varð í Hvalfirðinum? Samkvæmt þeim upplýsingum sem við höfum, nei, þá hafa ekki borist tilkynningar fleiri slys. Þetta atvik í Hvalfirði í morgun, tilkynningum það kom rétt fyrir klukkan 9 og voru björgunarsveitarmenn og sjúkraflutningamenn sendir á vettvang. Það þótti hins vegar ekki ráðlegt að senda sjúkrabílinn alla leið á staðinn og fóru því björgunarsveitarmenn og sóttu manninn og keyrðu hann inn í Mosfellsbæ þar sem að sjúkrabíll tók á móti honum. Við höfum fylgst með fréttum af tjóni á Kjalarnesi og víðar. Hvað að skemmast og hvar mesta tjónið? Hér á höfuðborgarsvæðinu og nágrannasveitarfélögunum mjög líklegt að tjónið sé einna mest hér á Kjalarnesi. Það gæti líka verið töluvert í Urriðaholti og sömuleiðis í efri byggðum höfuðborgarsvæðisins. Og þetta eru bílrúður, þetta eru húsþök, þetta eru gluggar sem að brotna og fleira. Hér hjá mér Þórður Bogason, varðstjóri á slökkviliði höfuðborgarsvæðisins og björgunarsveitarmaður hjá Kyndli, hérna á Kjalarnesi. Þið eru búin að vera lengi sem frá þess snemma í morgun. Já, við erum það björgunarsveitin Kjölur hérna sem á Kjalarnesi og hérna það var klukkan vantaði 4 mínútur í 5 í morgun fekk björgunarsveitin beiðni að loka Vesturlandsvegi og í kjölfarið því fóru að hrynja inn tilkynningar fólksskemmdir. Þá var slökkviliðið ræst út líka. Þannig að við erum búin að vera hér saman í morgun, björgunarsveitin bæði sem kom úr bænum til aðstoðar og slökkviliðið að fergja og bara koma í veg fyrir meira tjón og aðstoða. Sjáum hérna fyrir aftan okkur, þetta sennilega kannski stærsta tjónu sem að þið hefði þurft að sinna í morgun. Það hálft húsþök farið þarna af íbúð. Já, sem betur fyrir var engin íbúi sem að bjó í þessari íbúð og en við náttúrulega getum ekkert gert í þessu, það ekki hægt að senda neina menn upp á, það allt of hættulegt sko, en við erum búin að vera bara í öðrum smærri verkefnum. Og nóg af þeim? Já, nóg af þeim, bæði sem þú sagðir bílrúður og grindverk, gluggar og hérna meiri sé að hérna á Kjalarnesi var 1 trampólín uppistandandi hérna klukkan rétt 9 og það var tekið niður. Og þrátt fyrir að rauð veðurviðvörun ekki gildi núna, þá þetta ekki búið? Nei, það ennþá hvasst, eins og við sjáum hérna bara á okkur hérna sem erum að endast til í rokinu. Búið að vera mikið álag okkur í dag? Já, við erum alltaf búin að vera að síðan 5 en það ekkert óviðráðanlegt, við fengum hjálp úr bænum og þetta bara gengið vel sko hjá okkur. Takk fyrir þetta Þórður. Við skulum sjá núna hvernig aðstæður voru á höfuðborgarsvæðinu og nágrenni í nótt og í morgun.